Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin öllsumur í þáttinn Ísrael í dag. Ég vona að þið hafið ritninguna nálægt ykkur, sem heitir Biblía, og það gæti verið að við þurftum að slá upp á nokkrum ritningastöðum og það geta þá fylgst með hvort við bætum einhverju við eða drögum eitthvað frá. Málið er þannig við viljum bara fara eftir orðinu og fara eftir því sem að við skiljum eða Guð hefur leyft okkur að skilja. Þetta þýðir ekki, kæru vinir, að hvorki ég eða aðrir viðmælendur mínir að við skiljum alla hluti. Það er bara mjög langt frá því. Það er margt í ritningunum sem ég skil ekki, en ég hvíli í því sem ég skil ekki, jafnvel. Ég skil ekki hvernig stendur á því, til dæmis að orðið segir að leggja allt í hönd drottins, leggja allt í hönd hans, til tákrænu merkingar. En ég skil hugsununa, en það er svo margt sem að ritningin notar sem myndrænt efni. En nú ætlum við að tala ritninguna og fyrirheit og boð og bönn eftir vill. Og það er mikið efni. Margir sem að spyrja mikið þetta efni. Hvort að við séum nú undir, Ólafur, ertu nú komin undir eitthvað lögmál því þú vilt halda 7. daginn eða þú borðar ekki svínakjöt. Svona heyri ég allt mögulegt sko. Ég er ekkert að auglýsa þetta þannig að þið eigið að gera þetta og eigið ekki að borða hitt eða þetta. Ég bara lifa eftir því ljósi sem ég hef og drottinn þekkir hjarta ykkar allra og okkar. Ég hef fengið spurningar 2 og ég hefur alltaf lofað að svara þessar spurningum. Og það er, einn spurði mig á netinu, Ólafur, þú segir, Ólafur, hvers vegna er þessi þáttur sem heitir Ísraels þáttur? Hvers vegna er Ísraels þáttur? Þú segir svo oft henni svo kölluðu Palestínumenn, þessar spurningar er ég búin að fá endalaust frá mörgum. Hvað meinar þú? Og þá ætla ég nú ekki að svara þessu öðru á annan hátt en það. Ég ætla að hvetja þig, ég reikna með því þú sett með tölvu, að fara inn á sion.is með setu, þar svara ég þinni spurningu. Ekki var ekki bara svara þinni spurningu, það eru margir sem hafa komið þessa spurningu. Hvað eru Palestínumenn? Hvaðan komu þeir? Hvað er það þjóð? Og svo framvegis. Kæru vinir, kíkið á þetta, sion.is. Ef það er eitthvað sem að þið eigið með að skilja, þá, og ef ég gæti svarað ykkur, þá megið þið líka skrifa mér aftur og ég gæti reynt að svara því ef ég hefur möguleika á því. Já, svo ég vil ekki eyða miklum tíma í formála vegna þess að ég er með viðmælanda hér sem að við höfum oft talað saman og hefur oft verið erfitt að fá hana í þennan þátt, þá heyrið þetta kona. En ég var svo þakkláttur fyrir að hún gaf sér tíma til að koma hingað og vera með í þessum þætti Ísrael í dag. Vertu velkomin, Sigrún Einarsdóttir. Þakka þér fyrir, Ólafur. Mikið þú hefur verið hérna áður endar? Já, fyrir nokkrum árum. Fyrir nokkrum árum? Já, ég ætlaði ekki fyrir 2008 Já. Og reiknaði nú. 6 ár síðan? Nei. Er ekki nei? Nei, fyrir 3,5. Já, ok, fyrir ekki, ég var að hugsa allt annað. Já, sá þáttur man ég eftir að hann vakti athygli, mikla athygli. Ég fekk mikla respons, eins og við segjum að góður íslensku. Og svo hefur mikið að gera. Svo ég kynni nú Sigrúnu fyrir áhorfendum. Sigrún er þýðandi hér á stöðinni Omega og þið sjáðu oft nafnið hennar, þið sem horfið á Omega og horfið erlenda þætti. Þá er í flestum, ekki öllum reyndar, en flestum þáttum er nafnið hennar Sigrún Einarsdóttir, þýðandi. Nú sjáum við hana og hlustum við á hvað hún hefur að segja. Og ég get sagt ykkur það að ég er með nærri því heila bók hérna sem ég er búin að skrifa út og lögmálið þetta og hitt og ég veit að eftir eigin reynslu að ég nota ákveðlega lítið af þessu en þetta er svona öryggisventil að við höfum þetta púta niður. Sál, Páll og kenningar hans, farisíar og lögmálið, já. Þú hefur rannsakað ritningarnar oft meira heldur en margur annar, finnst mér.
Já, ég veit það ekki, bara hef mikinn áhuga og skoða það sem ég hef helst áhuga á. Og þú ert með vefsíðu Já, sem heitir torah.is, já, torah.is. .is, já. Ég sé þessa vefsíðu og margir aðrir og margir eru mjög hrifnir, aðrir eru skeptískir eða eiga erfitt með að skilja þetta eða hitt. Hvað var til þess að þú notar þetta nafn Torah? Hvað þýðir Torah? Tóra þýðir í raun og veru, það eru Mósebækurnar, eru kallaðar Tóra og lögmálið er líka kallað Tóra. Já. En þetta orð Tóra, það er dregið af öðru hebresku orði sem er jara, sem að þýðir í raun og veru að skjóta beint í mark. Já. Þannig að lögmálið eru leiðbendingar frá Guði til okkar það hvernig við getum lifað lífi sem að hittir í mark. Já, og Jesús segir sko að við erum vini mínir eða haldið búðorð mín. Já, Og ég hef heyrt líka að Tóra gæti þýtt fræðsla já, eða kennsla. fræðsla. Þannig að þetta er gífurlega mikið í þessu orði Tóra. Já. Og ég hvet lesendur eða áhorfundur endilega farið á neti núna og sláðu á torah.is og þá getur þið séð allt mögulegt þar, gífurlega mikið efni. Og þetta orð til dæmis, það er nefnilega notað í reikningunum, semst ekki skrifa Tóra, heldur í sálmunum er talað lögmál, það er talað fræðslu, Já. það er talað uppfræðslu og ýmislegt og þá er verið að vísa til Tóra, þá verið að vísa til leiðbendingarna frá Guði. Já, leiðbendingar. Það er okkar fræðsla. Það er akkurat rétt, já. Sem ég segja sko að það stendur í ritningunni að Páll skrifar að þeir eru ekki lengur undir lögmáli heldur undir náð. Já. Og þetta orð lögmál er kannski oft illa þýtt, það Já, getur og fræðsla. það er erfitt fyrir fólk kannski að átta sig á þegar það er að lesa biblíuna í íslenskri þýðingu og jafnvel enskri þegar að það les orð Páls lögmálið. Á einum stað segir hann lögmálið er gott Já. og svo segir hann í næstu andra og næstu því lögmálið er ekki gott. Já, Og það sem að fólk á erfitt með er að greina á milli og heldur þess að lögmálið sé von. já, einmitt. En Páll talar að lögmál Guðs sé gott, Já. en hann sagði sjálfur að vera farisegum komi Já. og æðstur allar að farisega nánast. Benjamin Erkvist. Þannig að hann þekkti lögmál rabbínana, Já. munnlega lögmálið sem er viðbót við boð Guðs. Já. Það er annað lögmál og hann er að greina þarna á milli. Það er þetta sem að margur er erfitt með að skilja þarna á milli. Já, eðlilega, af því að það er engin greinarmunur gerður í þýðingunni. Það er, hann segir bara lögmál og lögmál og lögmál. Já, fyrir ekki. Og fólk dregur þá ályktun að lögmál sé eitthvað sem er hart, hættulegt og maður þarf bara að forðast. Já, já. En hérna, já, þetta er athyglisvert og hérna, í raun og veru Tóra, sko, eins og ég skilja, þess fræðsla líka. Og þetta, þú og fleiri hafa haft meira og meiri áhuga á að fræðast rætur trúar okkar. Já. Ekki reyð? Jú. Því rætur trúar okkar eru í, sumir kalla Gamla testamenti, ég nota orðið ritningarnar. Já. Það eru rætur trúar okkar, ekki Já. rétt, meðal annars. Og sko ég er einmitt að grafa mig tilbaka til upphafsins, hvernig var þetta? Já. Því að það segir í Nýja testamentinu að sérhver ritning, hún er innblásin af Guði og hún er til umvöndunar og til upperunar, til fræðslu og allt það. Og þegar þetta er skrifað þá var ekki til neitt sem heitir Nýja testamenti. Nei. Þannig að það er verið að vísa í ritningarnar. Sjálfsögðu. Og þegar við skoðum upphafið að það sjáum við svo margt sem að er búið að breytast í gegnum tímans rás. Það er búið að breyta, það er búið að færa til daga, það er búið að færa til hátíðir, það er búið að bæta inn hátíðir. Búið til hátíðir, jáfnvel. Og búið að einhvern veginn svona umsnúa þessu. Já. Og upphaflega var það kannski bara til þess að vera ekki eins og gyðingarnir. Það var svona aðskilnaða stefna í gangi. Já, það byrjaði snemma. Já, og þarna nú frægt með Konstantín keisara 325, já. Þegar hann vill bara aðskilnað, nú bara höldum við hvíldardag annan dag og höldum páskana á öðrum tíma og við gerum allt öðruvísi, ekki gerum svo gyðingarnir. Nei. Já, og þá kemur inn svona
kenning Já. sem að læðist þarna inn og svo breytist þetta í tímans rás og svo þegar að við komum til trúar í dag og förum að lesa og hlustum á þessar kenningar og það finnst okkur að vera gott og rétt þangað til við förum að skoða ritningarnar og hvernig þetta var og bera saman og þá verður maður svolítið, ég verð að segja fyrir mig, ég var svolítið bara svegt þegar ég sá hvað búið að breyta miklu af því að þetta ekkert flókið. Akkur þarf að vera að flækja þetta? Nei, það ekki flókið. Það nefnilega það og hérna, já það búið að breyta voða miklu sko, eins og áður en Konstantinus kom keisari árið 325 þá var það Ignatius jafnvel á Gregorius á annar og þriðju öld eftir Krist sem byrjuðu þegar að aðskilja siði gyðinga og hérna og bannaði þeim að lesa úr hérna ritningunum og biðja á þann hátt sem þeir gerðu og það varð aðskilnaður þá þegar svo kemur þessi löglega aðskilnaður hjá Konstantinusi og þá breytir hann svo mörgu og nú er það þú sem átt að tala en þetta svona, ég þekktu fyrir að taka orðið frá fólki að hann breyti sko Shabbat, hvildadeginum yfir í sunnudag, dag sólarinnar og það sem margt nú hefur verið í Róm nokkuð sinnum og ég hef séð bóstælega trúaða, orðan trúaða katólíka krjúpa fyrir framan einhverju líkneski, kissa tána á Pétri postula og hérna og biðja Maríu þetta hitt. Þetta vekur okkur sem þekkjur reikningar svolítið óhugnað, finnst mér fyrir ekki þó að þessi fallegt hjá þeim að gera þetta og drottinn þekki hjarta þeirra. Og einmitt fólki hefur fengið þessa fræðslu, það þekkir ekki annað, það veit ekki annað. Nei. Og ég vissum að ef fólk virkilega fyrir að gefa því gaum hvað Guð segir í orði sínu, hvernig leiðbeiningar hans til okkar eru, að þá fer það kannski átt að segja á því að það ekki svona sem hann sagði okkur að gera. Hann segir til dæmis í einu boðorðinu þú skalt ekki aðra guði hafa og ekki tilbiðja líkneskjur. Akkurat. Var þetta ekki tekið út úr þýðingu? Það búið að breyta boðorðunum. Ég var að skoða, fyrir nokkrum árum var ég að skoða boðorðin í fermingafræðslu hjá barni. Já. Og þau ekki eins og ég sé þau uppsett í Biblíunni og því að það búið að taka þetta boðorð þar sem að segir þú skalt ekki gera þér líkneskjur og ekki tilbiðja þær. Það horfið en síðasta boðorðið það búið að skipta því í tvennt og þú skalt ekki girnast konu náunga þíns og ekki girnast eignir hans. En þetta raun og verið allt sama boðorðið, ekki girnast konu náungans, eignir hans, astna eða nokkuð annað sem að hann ná. Já, þetta merkilegt, raun og veru. Og þá færist líka hvíldardagsboðorðið til og ekki við viljum segja þessi fjórðaboðorðið. Já. En þarna færist það í svona númeratölu. Já, ég nota oft þetta fjórðaboðorðið. Sko. Já, og þá þeir sem hafa lært boðorðin í fermingafræðslunni. Þeir finna ekki það sama. Þá þeir ekki að tala um það sama og þú. Nei, þetta alveg rétt. Já, þetta rétt. Svo eru margir, ég hef oft heyrt það sko, fólk sem að rannsaka ritningarnar eins og þú gerir svo greinilega og margir aðri sem betur verið þeir eru að tala 613 boða bönn í ritningunni. Já. En Jesús segir sjálfur í Mattheusar Guðspjalli 5. kapla þegar maður rétt að hann segir hann kom ekki til að niðurbrjóta lögmálið heldur til þess að uppfylla það. Já. Hann breytti því ekki en hann uppfyllti að það í honum. Hann Tóra. Já. Og hann uppfyllir, hann heldur það alveg sko nákvæmlega ef þú uppfyllir einhver lög, segjum að þessi umferðarlög og það 80 hámarkshraði og þú keyrir á 79 þá ertu að uppfylla þessi lög. Þú ert ekki að afnema þau, þú ert að uppfylla þau. Þú sem sagt hlýðir þeim. Þannig vil ég sjá það að hann hafi uppfyllt lögin, að hann hafi fyllt þeim alveg til hlítar. Já, ég meint þetta raun og líka rætur trúar okkar í ritningunum. Já. Og eins og þú segir sko, sagði rétt að Nýja testamenti var ekki til á dögum Páls postula þegar hann skrifaði bréf til Tímóteusar. Já, hann að skrifa þessi bréf og hann vísar ekki í bréfi sem ég sendi Rómverjum þarna daginn.
Nei. eitthvað svoleiðis, því að það er ekki búið að setja það saman í Nýja testament. Og ekki bara sjálfur Jesús sem að segja, sko, ef þið trúið ekki reikninguna, þá skulle heldur ekki að trúa mér. Já, hvernig getur þið trúa mér? Já, einmitt. Já, svo ég lít þannig á það, allar reikningarna frá fyrsta Mósebók, bara rauðu þráður í gegn, þar vitnar allt náttúrulega nota orðið Jessúa eða Jessúa. Því það er sko margir segja, Ólafur, veist ekki ef maður, Jesús hét Jesús? Jú, við segjum það og það er ekkert rámt að segja það, því drottinn þekki hjartaðið. En þegar engillinn kom nú til Jósefs, þá sagði hann örugglega ekki að hann ætti að heita Jesus eða Jesús. Nei, við trúum því að orðið Jessúa sé því frelsi eða frelsari. Það þýðir, já, sá sem frelsar, því að hann skal heita Jessúa vegna þess að hann frelsar líðsinn frá syndum þeirra. Já. Og hann er sá sem frelsar og það, merking nafnsins er það að frelsa, Jessúa. En Jesús, ég veit ekki til þess að það þýðir neitt, ekkert meira heldur en Jón eða... Þetta orð sko, Jessúa frelsi, það er í gegnum allar reikningar. Það er drottinn frelsaði þá frá Egyptalandi og frelsi frá þessu og frelsi frá hinu. Þá er alltaf þetta nota Jessúa eða Jessúa og það þýðir kannski þessi Guðfrelsar, J-A-H, Jahveh. Þetta, ég vona svona þáttur geti vakið marga upp til umhugsunar reikninguna og það er tilgangur með þessum þætti meðal annars. Af hverju tengist þetta Ísrael? Það tengist svo sannarlega Ísrael því að Ísrael er það land sem að eftir trú okkar að Guð hafi gefið fyrirheit til Abraham, Ísaks og Jakobs þetta land veri þeirra til eilífrar eignar en það er margt skeið í þessu landi og sumt gott og sumt minna gott. Við skulum ekki grafa mikið í því og við vitum heldur ekki hvað skeður í næstu viku eða næstu mánuð. En við vitum bara eitt að hvað sem skeður þá er það í hans hendi. Þess að margir kristnir eru svo hræddir. Hefur tekið eftir því? Hringja í mig og segja, Ólafur, hefur heyrt þetta, geti verið bara vetnisprengja, geti verið kjarnorka á milli Íran eða eitthvað. Ég reyna að segja bara slappið þessi rólega. Þetta er allt í hendi Guðs eins og reikningin öll er. Já, við verðum líka að treysta því að við séum í hans höndum og eins og Jessúa svo við heldum áfram að nota það nafn sagði, ef þið elskið mig þá haldið boðorð mín og ég trúi því að ef að við Hvaða boðorð voru það? Sko eins og það var kennari sem var hjá okkur daginn að hann sýndi svo vel fram á það að það var Jessúa sem að gaf lögmálið á Sínai. Já, sjálfsög. Já, þannig að þegar hann segir boðorð mín, þá hlýtur að vera öll boðorð ritningarinnar. Já. Ekki bara eitthvað sem að hann sagði eftir að hann kom í holdi. Við gerum að greina með munnlegum lögmáli og hérna boðorðanum. Já, og sko þessi munnlega lögmál er lögmál viðbót sem að rabbínar settu fram og sögðu að hefði verið gefið samhliða hinum boðorðunum en þau hefði aldrei verið skrifið niður. Talmúd er þetta. Já. Og og þetta eru alls konar boðorð og þess vegna til dæmis verða sumir hræddir þegar þú talar að halda hvíldardaginn. Já. Ég vil halda hvíldardaginn. Já. Heilan, þetta er helgudagur sem að drottinn Javi hefur tekið frá fyrir okkur til þess að rækta samfélag við hann og við annað fólk og uppræðast í ritningunni. En sumir verða hræddir og segja það er svo mikið lögmáli kringu hvíldardaginn og þá er fólk jafnvel að hugsa þetta rabbína lögmál, munnlega lögmáli sem að eru held ég 4 eða 7.000 boðorð, mannasetningar. Meira 613. Þú mátt ekki busta tennina, það geti blætt, þú mátt ekki klóra í höfðinu, það geti losnað hár. Jú. Og alls konar svona. En í boðorðinu segir bara minnst þess að halda hvíldardaginn heilagan, þú ert ekki að vinna, ekki láta aðra vinna og ekki láta börnin þín vinna, ekki láta dýrin þín vinna og ekki kveikja eld. Já, það er nú eitt. Já. Er þetta ekki erfitt fyrir þá sem aka bílum þá? Já, það fer eftir því hvernig lítur á að kveikja eld. Ég trúi því að þegar þetta er gefið, að þá er puð að kveikja eld út frá einhverjum sprekum að vinna. Auðvitað máttu hita húsið, en þú þarft þá að hafa sprekin tilbúin. Vera búin að höggva í eldin daginn áður. Nú eins og þú veist að þá er ég búin að vera oft í Ísrael.
32 ára reyndar, er að vera 33 ára núna. Ég er með stúdíóíbúð og ágætt á efstu hæð og það er lyftur 2 í húsinu. Annar heitir Shabbat-lyfta eða hvíldardags-lyfta og hinn er bara lyfta sem að þú ítir á 8. hæð eða þú heimsækja mig eitthvað slíkt. En á Shabbat þá fara mjög strángtrúa gyðingar, Haradím-gyðingar og aðrir, þeir myndu aldrei gera þetta, þeir íta ekki einu sinni á takkan til þess að fá lyftuna niður. Hún kemur alltaf niður, opnast við hverja hæð, fer svo niður, opnast við hverja hæð og svo framvegis og svo fer fólkið inn þá þegar hún opnast inn og það bara býður þangað til að hún opnast á þeirra hæð sem þeir fara út. Sko, þannig hvernig ég orða þetta, þeir líta á þetta tendra eld, já, allt sem er rafknúið raun og veru það ekki. Þetta akar ekki bílum með ekki verið aka með sér í strángtrúa gyðingahverfinu þess að ég og heimar hendar rétt við. En ég genga ekki svona langt. Í minni einfeldni þá skoði ég boðorðið sem að segir mér bara að hvílast þennan dag og rækta samfélag mitt við hann. Já. Og ekki láta börnin mín vinna, ekki láta aðra vinna, þess vegna vel ég að fara ekki út í búð á þessum degi. Gott, ég fer ekki út í líkamsrækt á þessum degi af því að það þurfa aðrir að vera að vinna til þess að halda þessum stöðum opnum. Ég myndi segja þú tækir það mjög bústalega og jákvætt. En ég opna ískápinn og ég vaska upp eftir matinn og ég bursta tennurnar og greiði mér með hárið og allt svoleiðis því að ég hluti af því sem ég er að gera er að greina á milli mannasetninga og setninga Guðs. Já. Og finna þann veg sem að Guð segir mér að ganga. Sjálfsögðu. Það er okkur það sem við erum að tala um. Við göngum eftir því ljósi sem að Guð hefur gefið okkur. Já. Og ég tek þetta eftir ekki svona bóstalega eins og þú gerir en ég virði þennan dag og helga hann á minn hátt, á minn hátt. Já. En svo var ég með á Facebook eitthvað spurningum hvíldardaginn og það var einhvers sem svaraði mér að hvort það hefur ekki verið breytt í sunnudag og svo framvegis. Sko, ég hef ekkert á móti því, Sigrún, að henni svo kölluðu kristnu að þeir komið saman á sunnudegi. Við getum komið saman alla dag. Akkurat, lærisveinir stendur komið saman á fyrsta degi vikunar en þeir komið líka saman alla dag vikunar. Já. Það stendur bara nokkrum versum neðar þarna í Pósthúsinu. Það er margir sem stoppa þarna. Já, en svona er það. En það er gott að reyna að ganga eftir því ljósi sem við höfum. Já, og ég trúi því ekki að hvíldardeginum hafi verið breytt. Nei. Ég finn það hvergi nokkur staðar í ritningunni. Nei. Og ég veit menn sem hafa lofað miklu verðlauna fé þeim sem að finna þann stað. Já. Og það er ekki búið að heimta þetta verðlauna fé þannig að það finnst ekki. Þetta finnst ekki. Nei. Og hvers vegna að breyta einhverju sem að Drottinn segir að sé ævarandi sáttmáli. En var ekki líka kannski sem ég segja Konstantínus hafði verið svona vafamál hvort hann væri kristinn. Móður hans Helena aftur á móti, hún var kristinn, eða svo er sagt. Hún fór til Ísrael og Jerúsalem og hún flutti hluti þaðan til Rómar og bað fyrir sínum. En Konstantínus tók svo mörg heiðin tákn og myndir og siði inn í kirkjuna til þess að fá eftir vil heiðingi inn í kirkjuna, er ekki? Jú, þetta var svona svolítið verið að breiða yfir allt og koma öllum bara undir eitthvað teppi. Já. En varðandi móður hans, það er nú líka deilt hversu mikið sannkristin hún hafi verið og allir þessir, þegar ég var út í Ísrael þá var ég með ferðatúrgæt, hvað heitir það? Leiðsögumann sem er frá Ísrael og hann er ekki kristinn, þetta er gyðingur, en hann sagði okkur það að Helena hefði verið besti fornleifafræðingur í heimi. Já. Því að hún hefði fundið allt sem hún leitaði að. Já. Og ef að það fannst ekki eða þeir sem voru leitaði fyrir hana þvertóku fyrir það sem hún sagði þá bara fuku höfuðin. Já. Þannig að hún sagði hérna er þessi kirkja og þá var hún bara byggð þarna. Já. Þannig að það var ekki endilega allt byggt á réttum rústum. Nei,
það eru margir sem kenna til dæmis að svo kvöldu krossfestinga kirkja sem stæðsta kirkja þarna og elsta. Já. Að hún sé byggð af hennar frumkvæði og hvers vegna vissu hún eða þau að þetta gæti verið staðleið sem Jesús var krossfestur, þá segir sagana að heiðingjar höfðu fyrir að tilbyða Júpiter og Venus og aðra á þessum stað. Þess vegna opnaðist augu hennar eða þeirra fyrir því að þeir voru að hylja eitthvað. Ég hef komið þarna inn í þessa kirkju og fer alltaf, ef ég með ferða mig þá fer ég þangað inn. Ég nú reyndar að hættur að fara þangað inn. Ég bið bara fólkið að fara inn og skoða og svo fæ ég að vera út á með það. En já, það er nú önnur saga. Já, þetta var útúrdúr. Þetta var smá útúrdúr, bara smá eins. Hvað hefur komið að öðru? Efraim og Júda? Já, það er svolítið áhugavert efni sem að ég Svo hafðir fund, eða það var samkomi, ég kom þar reyndar, í friðiskapellu. Já. Fyrir ekki löngu síðan. Ég man ekki hvort það var þá sem að tala Efraim og Júda, það var sennilega mánuðinu Já, sko, ég hef talað Efraim og Júda bæði út frá Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Já. Og svo var Eddie Chumney var daginn. Já. Og hann talaði svolítið Jakobs hús. Já, ég er mjög hrifin á honum. Það kemur einmitt inn á þetta og það er eitt af því sem að við þurfum að skilja og ég gæti fara út í langt mál en svona til þess að gera langa sögu stutta að þú þekkir þetta hvernig Ísrael var eitt ríki, Davíð ríkti yfir öllum Ísrael og það er allir Ísrael sem kemur út úr Egyptalandi en eftir daga Salomons þá skiptist það 722 Suðurríki og Norðurríki. Í Suðurríkinu er Júda og Benjamín og einhverjir fleiri sem gæti þarna verið með en Norðurríkið eru svo kallar ættkvísli 10 og þær fara og kallast jafnvel Efraim þaðan fáum við þetta nafn Efraim og í raun og veru skilur drottinn Guð við Norðurríkið og rekur þessa ótrú eigin týndu ættkvíslir en Suðurríkið, Júda hafði hlutverk að gegna að leiða fram Messías þannig hann skilur ekki við Suðurríkið en það hafði óhlýnast og það er herleitt til Babylon og svo komu þeir tilbaka frá Babylon aftur inn í Ísrael og þar eftir það eru þeir kallaði gyðingar eða Jews, Júda Jews og hinir og þýsku bara Júden já og það er bara því miður búið að gera þetta orð svolítið ljótt Júðar, það er bara búið að setja ljótan blett við mig Ólafur, þú meiri gyðingurinn þá er það sett í alltaf menningu og því miður en Norðurríkið eða Efraim það dreifðist, það týndi einkennum sínum og það bara dreifðist út allan heim og glataði einkennum sínum og í Hósea er einmitt talað þetta að þeir séu búin að blandast þjóðunum en svo kemur líka fram í ritningunum að Guð veit nákvæmlega hvar allir eru það glatast enginn af þessum sem að tilheyra honum og Jesúa sagði sjálfur að hann veri kominn til þess að leita týndra sauða af húsi Ísraels sem er Efraim og hann er kominn til þess að sameina Júda og Efraim, Norðurríki og Suðurríki aftur undir einn konung sem er hann, Messías og Er það ekki í Efesusbréfinu kannski þetta líka? Þetta er út allt Tvo líka með sem verða einu Þetta er út allt ef þú færð að skoða, lesa ritninguna með þessum gleraugum þá er þetta út allt Ég ætla að gera það og það sem að ég bið fólk að gleyma aldrei þegar ég er að tala Efraim og Júda og Jesúa hafi komið til þess að leiða inn alla sauði sína undir einn Messías, einn konung að ég er ekki að tala bara blóðafkomendur vegna þess að allir sem að taka á móti Messíasi, taka á móti Jesúa þeir eru ágrættir inn í grættir innan eðlastaf vinnuðarins þannig að það stendur í Rómarbréfinu 11. kafla og eitt ritningaverð sem ég sá bara í morgun í Jesaja 56:8 hinn alvaldi drottinn segir þegar ég safna saman hinnum burtrekna af Ísrael mun ég og safna mörgum auk þeirra þeirra og það er eins og þegar þeir fóru út á Egyptalandi þá var
mikill fjöldi af alls konar Sem líð sem að fylgdi. fór með þeim Já. og meiri sé að Kaleb, hann var ágræddur inn í ættkvísl. Já, hugsaði það. Sko, margir segja, ég hef heyrt allavega, ég fyrir fólk kristnum fórstuðumanni að kenna. Hann segir sko að hann vill ekki láta að lesa Gamla testamenti, segir hann hreinlega. Hann segir það allt sé allt lögmálið og lögmálið hafi bara verið gefið til gyðinga og gyðingar eiga að hlýta lögmálinu. En mín ritning og þín líka, hún segir þá að gefa gyðingum og öllum þeim sem að þar voru. Já. Og þetta stendur á fleiri stöðum í ritningunni Jesaja 54 til dæmis og, Já. og fleiri stöðum. Já. Það er fyrir alla. Einmitt, og það er fyrir alla og talandi Jesaja, það er hérna Jesaja 56 Já, þar sem er talað að og Jesaja 56 er það sannlega. já, ef ég má lesa Nýtt heldur við. hérna Jesaja 56 byrjum í öðru versi og þá dettum við nú kannski aftur inn á hvíldardaginn. Sæll er sá maður sem gjörir þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það, sá sem gætir þess að vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitir hönd sína frá því að gera nokkuð illt. Eigi má útlendingurinn sem gengið hefur drottni á hönd, þarna sérðu sá sem er ágræddur. Útlendingur? Já. Já. Sem að hefur gengið drottni á hönd segja, drottin mun skilja mig frá líðsunum og eigi má geldingurinn segja ég er visi tré, því að svo segir drottin. Geldingunum sem halda hvíldadaga mína og kjósa það sem mér vel líkar og halda fast við sáttmála minn, og hver er það? Það er Tóra. Já. Þeim vil ég gefa minningamark og nafn í húsi mínu og á múrveggjum mínum sem er betra en synir og dætur. Eilíft nafn vil ég gefa þeim, það er aldrei mun afmáð verða. Já. Og svo megum við ekki stoppa þarna. Nei. Og útlendinga sem gengið hafa drottni á hönd, aftur ágræddi líðurinn, þeir sem hafa gengið drottni á hönd, til þess að þjóna honum og til þess að elska nafn drottins eða elska nafn Jafi, til þess að verða þjónar hans, alla þá sem gæta þess að vanhelga ekki hvíldardaginn og halda fast við minn sáttmála, þá mun ég leiða til míns heilaga fjalls og gleðja þá í bænahúsi mínu. Brennifórnir þeirra og sláturfórnir skulu vera með þóknanlegar og allt er mínu, því að hús mitt skal nefnast bænahús fyrir allar þjóðir. Já. Og svo kemur þetta sem ég var að lesa áðan. Hinn alvaldi drottin segir, þegar ég safna saman hinnum burtreknu af Ísrael, mun ég og safna mörgum auk þeirra. Auk þeirra, Já. þetta er stórkostlegt. Þannig þetta Þetta sé bara einhvern veginn skilið frá, þetta er ekki lesið. Já, en þetta skilur engan út undan. Hann er kominn til þess að safna saman ættkvíslunum Já. og öllum þeim sem gangast Jafi á hönd, öllum þeim sem að taka við Jesúa. Já. Allir Já, já. inn í eitt ríki. Já, já. En eins og Jesús talaði við fariseerna sem voru bundnir í ákveðnum mannasetningum og viðbótar lögum og fordæmdu Jesú og þá viðurinn sínur Abrahams og svo framvegis og þá nota Jesús taldi hörð orð. Hann sagði faðirinn er ekkert Abraham, faðirinn er Satan, óvinnurinn. Þannig að hann gerði greinamun á hverju við bindum trú okkar við, hvort það er mannaboðorð. Já. Já, bara eins og svo kvöldu kristin kirkja í dag. Við erum að bundin einhverjum siðum sem kristin kirkja hefur búið til. Já, og Já, það ekki. þegar við þekkjum bara þessa siði og þekkjum ekki og skoðum ekki eða þorum ekki að skoða hvernig þetta var, Já. að þá erum við svolítið hrædd við að snúa frá þessum siðum eða andmæla þeim. Einmitt. Þannig að ég veit ekki, ég bara fann svo gífurlegt frelsi þegar ég fór að kafa í Tóra og Þú ert ekkert einu það eru margir fleiri. Ég þekki marga fleiri sem betur fer. og þannig að það er ekki það að ég sé búin að fjötra mig í lögmálinu eða binda mig í lögmálinu. Mér finnst ég vera frjálsar í dag heldur en ég hef nokkuð tíma verið, af því ég hef frelsi til þess að bara hlýða Guði. Ef við notum orðið Tóra í staðan fyrir lögmáli, þá frelsun í Tóra, það er blessun í Tóra. Það er blessun í Tóra. Og líka, við meðum ekki gleyma því eins og því ég talaði að ég held hvíldardaginn og ég kýs að fara ekki í búðir og allt þetta. En ef það er eitthvað, kemur eitthvað upp og er eitthvað sérstakt,
og ég þarf að gera það, þá ger ég það vegna þess að það er náð til staðar. Ég meina þetta er ekki sko spurningum hvort ég komist inn í Guðs ríkið ekki. Heldur þetta eitthvað sem ég vil að gera af því hann segir ef þið elski mig þá haldið þið boðorð mín. Það segir Jesús. Já, en hann segir líka að fyrirgefningin er til staðar en við megum ekki synda upp á náðina. Nei. Ekki hugsa bara við erum að náða tíma og ég get gert hvað sem mér sýnist. Eins og ég segi alltaf oftast viðmælendur mína sem að byrja að segja, er þetta heil klukkutími? Við getum aldrei náð svo klukkutíma og tími líður svo hratt, alveg ótrúlega hratt. Við erum að gleyma okkur hér algjörlega. Já, ég hef áttglemt mér hérna, en við erum með nokkra myndir allavega. Já. Og þessa mynd hérna getur við eiginlega byrjað á henni því að hún sýnir þegar að Móse kemur af fjallinu. Já. Með lögmálið. Já. Með töflurnar. Með töflurnar, eins og heitir, já. Og svo næsta mynd hérna. Og þá er einmitt talað sko, ég man það nú ekki orðrétt, en þennan sáttmála gerir ég við ykkur sem eru hér í dag og líka þá sem eru ekki hér í dag. Þannig að þetta gildir fyrir alla tíð og tíma. Já. Framtíðinu. Hérna er með svolítið sérkennilega mynd. Já, þetta sem við þurfum að útskýra. Er þarna eru 2 kerti, þarna er vínglas og fléttubrauð sem ég vil kalla hvíldardagsbrauð eða kalla. Ekkert súrdeg? Jú, þetta er ekki ósýrsbrauð. Þetta er svona hefðbundin hvíldardagsmáltíð og það er ekki í ritningunum sem segir að við eigum að gera þetta, þannig að það í raun og veru hvort að við gerum þetta svona eða ekki, það er heldur ekkert með hjálpræði að gera, en þetta er yndislega mynd upp og eins og ég hef vel að hafa 2 kerti að muna að halda hvíldardaginn, því að í boðarinn segir minnstu þess að halda hvíldardaginn og brauðið er náttúrulega mynd upp á Jesúa sem er brotið brauð fyrir okkur og vínið mynd upp á blóð hans og þetta er það sem að mér finnst svo merkilegt að gyðingar hafa haft þetta á hvíldardagsborðinu sínu í árhundruði eða árþúsundi og þetta er mynd upp á frelsara. Já, þó þeir sjá það ekki beint. Nei, en þeir sem að gangast honum á hönd, þeir sjá það. Já, ég kem í samfélagi Jerúsalem þar sem að sabbat er haldin svona og þá er það konan, frúin í húsinu, hún hefur svona slæði yfir höfðinu og blessar brauðið. Já. Og svo er sungið og svo er bara góð matur og svo er dansað og þetta er gífurlega skemmtilegt. Já. Hérna er ég með mynda einu manni, hver er þetta? Þetta er Eddie Chumney sem var hjá okkur daginn og þetta er einn af mínum fyrstu, ég kalla hann bara læri faðir minn. Já. Því að ég fór að fá fræðslu frá honum strax árið 2001 og hlusta á hann mikið gegnum tíðina. Ég vil lesa bók eftir það. Já, og svo kom hann hingað í síðasta mánuði og var með fræðslu í Friðrikskapellu sem var ánægilegt að segja að það var tekið upp og það verið sýnt á Omega. Já. 4 klukkutíma fræðslur og hann er stórkostlegu fræðimaður. Ég hef verið að mörgum áröndum Omega að þeir kvart oft yfir því að þá vantar fræðslu. Já, þarna kemur fræðslu. Það er mikið um svona lífsreynslu vitnisburði og náttúrulega mikið um tónlist og annars lið sem er líka gott. Já. En nokkuð alltaf fræðslu. Já, og fyrir þá sem að kannski, ég veit ekki hvort að þessi þáttur verður endursýndur einhver tíman, að ég ætla að vinna í því að koma þessari fræðslu inn á heimasíðuna, tora.is, þannig ef að menn missa af því Omega, þá verður hægt að fara og horfa á það í gegnum heimasíðuna. Muni kerfinni tora.is. Hérna varst þú að tala um Efraim og Júda. Já. Og þetta er svolítið táknræn mynd af því sem að þú varst að segja. Já, hér er ritningaverð sem segir taktu þér 2 stafi og þeir saminast í hendiðinu. Saminast. Það er Júda og Efraim sem saminast í einn Ísrael. Já. Og það er þá allur Ísrael. Þá er Júda og það er mér sér að talað um í þessu ritningaverð, ég er ekki með það hjá mér nákvæmlega hvar það er, en það er talað um Júda og bandamenn hans og Jósef og bandamenn hans, það er sem sagt Júda og allir þeir sem eru ágrætir inn á þann
stofn og Efraim og allir sem eru ágrætir inn á þann stofn, þetta saminast í einn og alltaf komum við að þessu alls konar annar líður sem að kemur inn leið og ættkvíslirnar verða saminast. Þetta stórkostleg fræðsla sko og ég vil bara benda líka áhorfendum á að lesa Rómverjabréfið 11. kafla þar sem talaði vínviðinn og þeir sem ekki trúðu voru hognir af en við sem að trúum við erum grætt við hinn eðlast á vínverðins en þeir sem fjallum frá þeir eiga möguleika að koma aftur og vera aftur grætti við því að blessunin hún kemur frá rótinni og rótin Jesúa eða Messias. Þetta alveg stórkostlegt. Ég sagði við getum haft 2 tíma og það var ekkert löngu síðan ég talaði var 1 hérna og ég lagði áherslu á Jerúsalem bara borgina Jerúsalem og það gekk þannig að ég var náði ekki helmingnum af því sem ég vildi segja. Svo við, tæknimaðurinn og ég, við ákvaðum bara að hafa framhalds næsta upptöku, framhald Jerúsalem. Og ég get sagt að ég hefði eiginlega gæti haft 3. 4. þáttinn í viðbót, bara Jerúsalem. Fyrir þá glemmi allir öðru, sko. Ritningin, hún ótæmandi bókstaflega. Ég veit ekki hvað við náum að tala mikið meira Nehemia Gordon er það hann, þessi? Nei, Þessi? Það er þessi. Já, ef við segjum bara fáum orðum. Já, Nehemia Gordon karaíti, hann gyðingur, karaíti, alinn upp undir svona rabbinískum síðum, pappans var rabbini og afans var rabbini og hann kominn af rabbinum. Já. Og hann verið ómikið eitthvað tíma. Já, hann hefur verið í þætti hjá Michael Rood. Já, einmitt. En hann var þannig að hann var alltaf að spyrja óþægilega spurninga, af hverju segi ég þetta, ég sé það ekkert í reikningunni og þeir sögðu bara alltaf þegiðu drengur og verð ekki að spyrja. Og það endur með því að hann skilur sig út frá þessum rabbinisma og það má kannski geta þess að rabbinismi dagsins í dag komin af farísum. Já. Grunnurinn frá farísum og svo breytist það inn í rabbinisma. Það ekki að tala í þessum fræðimenn og farísea. Fræðimenn og farísea. Það er svo skilða milli svolítið sadukæri. Já. En hann sem sagt karaíti og fylgir því sem hann sér í ritningunum. Já. Hann ekki búinn að taka móti Jesúa en hann fræðir fólk mikið hann og mikið vegna þess að hann sérfræðingur í hebreisku og fornhebreisku og var meðal annars í því að þýða dauðahafshandritin. Já, hvað segir þau? Og hann hefur skrifað bók Jesúa gegn Jesú, munin á þessu gríska og hebreiska. Já. Og hann mikið í því að kenna kristnu fólki og eitt af því sem hann gerir og hann að gera þessari mynd, hann að fylgjast með bygginu í Ísrael því að þegar byggið orðið þroskað á vorin að þá byrjar nýtt biblíulegt ár og út frá því getur við reikna hvenær hátíðirnar eru og hann fylgist með bygginu og hann fylgist með tunglkomum fyrir okkur og sendir út skilaboðum það og fólk allan heim fyrir upp á hæðir einu sinni í mánuði og blæst þeirra sérst til tungls og hann svona, það má segja, varðmaður á múrum Jerúsalem. Sannarlega. Og hann gefur svo mikið af sér til kristina og hann ekki með neina fordóma, hann vil ekki tala við okkur af því að við höfum ekki svona trú á hann. Nei. Og við höfum það ekki heldur fordóma gagnvart honum að hann hafi ekki sömu trú á við. Nei. Hann að veita okkur dýrmæta fræðslu. Yndislegt. Ekki framhald hjá þér með fund í í Friðskapellu í júní? Jú, við stefnum á 2. júní. 2. júní, já. Og fyrsta laugardagurinn í júní. Já. Hver kemur þá? Það verði ég. Já, ekki það verða. Stíg á stokk þar. Svo segist þú vera feimin. Já, ég það. Nei, ég ekki feimin. Þú heldur það bara. Nei, þetta yndislegt og ég svo þakkláttur fyrir að þú komst í þennan þátt og það langan aðdraðandarendar eins og þú veist og nú var þetta rétti tíminn og ég held að þetta sé rétti tíminn. Já, ég held það. Þú komst til mín þarna eftir að Eddie Chumney var með fræðsluna. Já. Og ég var að lesa bók eftir hann sko og veit nú ekki hvað var bókina en hún gífulega merkileg svo bók. Eitthvað sem fáum orðisvöld segja lokum?
Nei, í raun og veru ekki. Hvetja fólk til að lesa. Hvetja fólk til að lesa og vefsíðan tora.is, torah.is er hugsuð sem vefsíða með alls konar fræðsluefni fyrir þá sem vilja kynna sér þessu mál. Það er hátíður til dæmis. Já, og það er ekki gefin kostur á svörum, þetta er ekki blogg þar sem að fólk getur rifist um innihaldið, heldur ef þú vill lesa þetta þá getur þú gert það í ró og næði. Ef þú hefur spurningar þá getur þú skrifað okkur og það eru margir sem hafa nýtt sér það og við höfum fengið fyrirspurnir frá nemendum í guðfræðideildinni í háskólanum. Já, gott mál. Þeir eru að spurja ýmislegt í sambandi við hátíðirnar og hitt og þetta og þetta hefur líka tengt okkur svolítið við fólk út í heimi sem að er á þessari línu af því það er að aukast, það er að koma upp fleiri hópar sem að eru að snúa aftur til upphafsins. Mjög margir og í ólíkustu samfélögum og það er bara besta mál. Já, og litlir hópar og mér fannst svo áhugavert sem ég heyrði daginn að Jethro hafði sagt Móse að skipta fólkinu upp í litla hópa til þess að kenna því. Já. Og þannig svolítið með þetta þeir sem að skoða Tóra, lesa Tóra, skoða þessi mál, þetta eru litlir hópar og fólk hefur, þetta er bara áhugamál, allir tala saman, allir lesa, allir mega hafa skoðun, við höfum ekkert öll sömu skoðun. Nei. Og það er alveg sama, við skiljum alltaf sem vinir og erum alltaf fróðari fyrir vikið að geta velt upp steinum og skoða máli. Það sem bindur hérna kristnu saman er ekki eitthvað samkomu hús byggð á steinum eða turnum. Það sem tengir okkur kristna saman, það er raun og veru bara Kristur. Það er bara Jesúa. Það er hann sem bindur okkur saman. Svo lýsir það er ekki aðlendur að einhver kirkjudeild að hún hafi einhvern meiri sannleika heldur en aðrir en það eru margir í öllum kirkjudeildum sem hafa þessu sömu trú og við höfum. Já, og allir hafa einhvern sannleika. Já, allir hafa. Og það er enginn, ég er ekki búin að finna neitt fullkomin ennþá í dag, hvorki fræðimann eða kirkjudeild. Já, ég þarf að kanna það nána, það er kannski, ég hef sér búin að finna það, en ég veit ekki, en eins og sagt ef einhver kirkja er fullkomin leið og þú kemur inn í hana, þá hættir hann að vera fullkomin. Akkurat, það var sagt við mig í Kaupmannahöfn. Við vorum að deila þetta, hver var rétta kirkjan, hver er rétta kenningu og svona, og forstöðumaðurinn okkar Alfred Lorenzen, sem skrifaði mjög góða bók, markmið og baráttu á markmið bænarinnar, hann sagði við mig og okkur, og lögminn og þið, ef þið finnið rétta söfnuð, með alla kenninguna rétta, ekki fara í þann söfnuð. Mér fannst þetta skrítið að segja þetta, ekki fara þá í það söfnuð sem er fullkomin. Því þá er hann bara ekki fullkomin lengur. Svona er þetta bara. Nú ætla ég enda hérna með að fara í Jeremía, ég ætla ekki að lesa allan kaflan, það eru margir kaflar þar, en að því þú varst líka með Jesaja, þetta er svolítið það að Ísrael því var dreift meðal þjóðana. En á síðustu tímum, sem við trúum að séu núna, sem er að draga þjóðurna tilbaka til landsins og við erum, okkar kynslóð hefur bara upplifað þetta. Heyrið orð drottins, þér þjóðir, kunngerið það á fjarlægu eyjunum, kunngerið það á Íslandi, orðað þannig. Sá sem tvístraði Ísrael, safnar hann saman, mun gæta hans eins og hirðir gæti hjarða sinnar. Svo ætlum ég bara að fara aftur í sama kapli, þetta var endilega, sem ég sagði upphafi áhörundur, notið reikninguna meira og farð eftir því sem að þegar við erum að benda á einhverja reikningastæði, svo nú er ég að benda á Jeremía 31 og það er líka að segja Jeremía 33 og það er líka að segja Esekiel 33, 4, 5, 6 og 7. Þetta er allt saman stórkostlegir spádómar og fyrirheit Ísrael. Þátturinn heitir Ísrael og við viljum blessa Ísrael, við blessum þjóðina sem býr þar og við blessum fyrirætlanir Guðs og við trúum því að Ísrael hafi fullkomin tilveru rétt í þessu landi. Þetta þýðir ekki að við sem að móti Arabum eða svokölluðum Palestínumönnum, alls ekki. Við byggjum bæði fyrir gyðingum og við byggjum líka fyrir Arabum. Ég og marga vini sem eru Arabar, ég fyrir fleiri en gyðingar í Jerúsalem. Og svo langar mig að lesa hérna seinni hlutan í þessum sama kafla. Svo segir drottin, takkin eftir, þetta er vers 33.
Svo segir Drottinn sem sett hefur sólina til að lýsa daga, tunglið og stjörnuna til að lýsa nætur, sá sem æsir hafið á bylgjurnar knýja. Hugsa ykkur það, þetta allt í hendi Drottins. Allt þetta, Drottinn allsherjar nafn hans, svo sannlega sem þessi fasta skipan með sköpunina mun aldrei breytast fyrir mér, segir Drottinn, svo sannlega munu Ísraels niðjar ekki hætta að vera þjóð fyrir mér alla daga. Og svo segir Drottinn, svo sannlega segir himinin hið efra verður eigi mældunni undirstöðu jarðarinnar hið neðra rannsakar, svo sannlega mun ég ekki hafna öllum Ísraels niðjum, sakir alls þess eða þeir hafa gjört. Þeir gerði ekki allt það sem rétt var, en hann lofaði að vera með þeim undir öllum kringumstæðum, eins og hann lofar að vera með okkur alla daga. Ég gerir margt rangt, Sigrún. Ég líka. Er það? Já. Ég bæði hugsun og verki, ég segist þetta hluti sem ég ætti ekki að segja. Já. Og því miður, já. En andin og holdið, það svona stríð oft gegn hvort öðru, og við erum frelsuð ekki fyrir lögmálsverk verk, en við erum frelsuð af náð, en við fylgjum með þetta boðurinn Drottins og ég held til það blessun. Og eins og við höfum ekki talað mikið fæðuna, en það önnur saga, það getur líka lesið með Dóra.is með fæðu, hreina fæðu og óhreina fæðu. Og ég hef ákveðna skoðun á því og ég reyna að fara eftir því ljósi sem Drottinn gefur mér. Já. Ég líka. Já, og svo vil ég þakka Omega fyrir að leyfa þessum þætti að vera í svona mörg ár, og þá vil ég benda áhorfendum á annað sem nokkuð nýtt. Ef þið farið á netið og googlað á það og skrifið omega.is, og það kemur smá skýring á því vefsíðu og svo framins, og sláið á hana, þá sjáið þið þáttinn beint heima hjá okkur. Þið þurfum ekki að leita einu svona á sjónvarpskjánum. Þetta mjög þægilegt og tæknin svo góð að litirnir og tónnin og allt mikið betra heldur en oft í sjónvarpinu. Ég veit þetta rétt. Að endingu þá byggjum við, getum við talað mikið þetta. Já. Þetta efni. Þeir eru að þakka Drottni fyrir hvað? Að þeir unnu Jerúsalem 1967 og áður en þessu sætti líkur, þá vil ég benda ykkur kærvinir á í dag þegar þessi þáttur upptekinn, þá verður að halda upp á 45 ára afmæli Jerúsalem borgar. Það haldið upp á frá 17. Mæ, eins og við heitir 17. Mæ hérna, og 20. á sunnudeginum. Þannig að á sunnudegin svo mikil hátíð í Jerúsalem. Ég hef verið þar stundum á Jerúsalem degi, þetta kallaður Jerúsalem dagur. Þá mikið dansað á götunum, það lofgjör, það sungið, það tambórinur og það ekki að lýsa þeirri gleði. Og ég hlakka til að fá tækifæri til að fara þangað aftur hvernig sem það verður. En á meðan Drottinn gefur mér kraft og heilsu, þá fer ég þangað fyrr eða seinna. Og endurguð, kæru vinir, þá byggjum við fríðar fyrir gyðingum, fyrir arabum og öllum öðrum sem búa í þessu landi. Og hebreska orðið shalom sem þýðir friður, og orðið salam sem þýðir líka friður á arabísku, og við kveðjum því með orðum Jesú Krist: minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjartað skelfist ekki né hræðist, trú á Guð og trú á mig. Þannig vil ég enda þennan þátt. Amen. כל עוד בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה